hvað snýst málið? Þú varst að tala í síma eða sakaður með að vera að tala í síma, hvernig gerist þetta? Herði, ég var í álíka stól, sem sagt í bifreið sem er með svona fínum armpúða og ég hallaði mér sem sagt svona til hliðar og að keyra sem sagt í Hafnarfirði og nýbúin að keyra fram hjá lögreglustöðinni, beygði til hægri og sem sagt í átt að KFC og þar mæti ég sem sagt lögreglubifreið og svo veitti ég nú henni ekkit sérstaklega athygli fyrir en hún var bara við hliðin á mig, þá sá ég bara einhverja handafát alveg á fullu og ég hélt ferð minni bara áfram og en það endaði með því að ég var stoppaður og sem sagt ásakaður að vera í símundi stýri og svolítið svona skoplegt að segja frá því en þarna var ég að koma bænastundi í kirkjunni minni og og lendi svo í þessu. Þannig að vegir Guðs eru órannsakanlegir. En þú það kemur nú fram í dómi sem var sér kveðin upp að þú baðst lögreglunum að skoða símann, þú verðist ekki þetta verðist hafa komið flatt upp á þig og þú biður á að skoða símann. Eða það segðu okkur aðeins frá því, af hverju vildur að skoðuðu símann? Sko ég var saklaus og sem sagt mér fannst þetta bara mjög sérstakt að vera ásakaður það að vera að tala í síma og vildi í raun og veru sanna sakleysi mitt. Þannig að þú sýnir þeim síman og hvað og hvernig bregðast þar við? Já, það ég sem sagt ætla að rétta þeim síman og með opið fyrir síman og annað slíkt og þær vildi ekkit skoða það neitt. Þær vildi ekki skoða það? Nei. Og hvað gerir svo? Já, þá í framhald af því þá sem sagt vilja rendilega sem sagt að ég komi og gefi þeim skýrslu og ég segist alveg vera tilbúin í það ef þær myndu sem sagt sína með myndband af verknaðinum og ég hef verið svo heppinn að fá þá þjónustu þegar ég hef verið tekin fyrir ofhraðan akstur eða annars slíkt þá hef ég fengið að sjá þegar ég komin í bifreiðina hvað máli varðar og veit svo sem á mig mína sök og hef greitt þær sektir en þetta átti ég ekki og sem sagt ég ákvað að smella mér upp í bílinn til þeirra og þarna gerð skýrsla og ég bið þær að sýna mér myndbandið en þá var það bara allt einu ekki hægt. Þá þurfti ég að fara upp á lögreglustöð, ég held að það sé upp á Vindásleið, eitthvað svo leiðis. Vínlandsleið? Já. Og upp frá því hófst bara barátta mín og konuna minnar að afla gagna og fleira og verða í raun og veru fá engin gögn í hendunar. Það endar með því að þú færð sektaboð, rauninni þér boðið að ljúka þessu með því að borga sekt. Manstu hvað var hásekt? Þetta voru 30.000 krónur. Þetta voru 30.000 krónur og þegar þú komst til mín á endanum þá hugsaðu maður sem að leggur svona mikið á sig til þess að komast hjá því að borga 30.000 kall. Hann hlýtur eiginlega að vera saklaus. Það fer ekki í svona baráttu til þess að komast hjá 30.000 krónar sektargreiðslu. En þú ferð þarna í ákveðna rannsóknarvinnu og þú ert með möppu. Þetta er þetta er mál sem varðar mögulega notkun síma undir stýri og þetta er orðið svona bara stór mappa fullt af einhverju gögnum. Hvaða gagna reyndur að afla? Nú ert þú með síman, lögreglu vildi ekki skoða hann og hvaða annara gagna gafst þú aflað? Ég fórum að veltaði fyrir okkur hvort að máli væri í rannsókn eða hvað værum að vera og hvort að væri til ykkur gögn og þetta var bara mjög erfið, þetta var bara eins og þetta væri bara eitthvað leyndamál sem að mátti ekki bara í raun og veru komast upp en
sektin var dregin tilbaka og henni var komið á aftur og ég skrifaði þarna í millitíðinni til nefndar eftirlit lögreglu sem að í raun og voru með bundnar hendur út af því að lögreglan vildi ekki láta frá sér sín gögn og þannig að við hugsaðum með okkur í okkur mín að það væri kannski hægt að fá afrit úr þegar okkur var að fara að lengja fyrir gögnunum, það voru komnir 6 mánuðir, yfir 6 mánuði, að þá datt okkur í huga að hafa samband við símafyrirtækið og fengu þá bara þær upplýsingar að upptaka úr símanum væri finn. Já, maður bara ekki til lengur. Nei, og ég spurði þá bara, já, ok, og er ekki lögreglan þá með gögnin áður en að fyrning fór fram? Þeir könnust ekki við það. Nei, lögreglan óskaði aldrei eftir staðfestingu á því að þú hefur verið að nota síman. Nei,